sterkur sigur fyrir ykkur? Já, þetta var rosalega sterkt hjá okkur. Við vorum bara slakir í fyrri hálfleik. Ég var eiginlega bara hissa að við skildum hanga inn í leiknum. Við vorum varnarlega bara ekki að gera hlutina sem við lögðum upp með og sóknin var bara, menn voru alltaf fljótir að fara út úr sókninni þó að það væri ekkert engin möguleikar í boði. Lögum við þetta í seinni hálfleik og alltaf bara frábærir í seinni hálfleik. Spilum alveg hörku liðsvörn og sóknarleikurinn alltaf bara hörku góður og Lalli náttúrulega sjóðheitur og þannig að þetta var bara mjög sterkt. Hlýtur að vera viss svona sigur fyrir þig að geta hvílt Sigga og Ómar, þeir eru náttúrulega í villuvandræðum en samt taka svona sigur? Já, klárlega. Ég meina Njarðvík er með alveg hrikalega sterkan sóknarmann í Tracy og mér leist ekki á að vera með þá báða konar með fjórahvillur en hinir strákarnir bara Jens, Óli, Jói og þeir sem voru að þurfa að dekka hann leistu það bara rosalega vel og svona vil ég bara hafa þetta. Menn bara stíg inn í fyrir næstu eða einhverjir villuvandræðum eða bara ekki að spila sinn leik að þeir komi sterkir inn. Það er einhver áhyggjur fyrir þennan leik svona eftir bikarúrslit, meistarar, einhverja svona auka áhyggjur sem það hafðir fyrir leikinn? Ég meina, ég hafði kannski ekki einhverja auka áhyggjur en við vorum náttúrulega að fara í leik hérna inn í Njarðvík sem var búið að tapa 2 í röð. Við þurftum að vinna leikinn til að tryggja okkur allavega í 3. sæti en auðvitað er það þannig að það er oft þannig að liðið búið að vinna titil, kemur í næsta leik og þá eru menn of afslappaðir að þeir eru bara hreinlega ekki tilbúnir og ég var búinn að reyna að impra svolítið vel á því og svona bara nokkuð sáttu hvernig menn komu. Ég vil nú meina fyrri hálfleikurinn hafi ekki verið það slakur að það sé hægt að kenna eitthvað ef maður vorum að vinna titil um helgina.